Aldir var það almennt viðhorf í íslensku samfélagi að algjört bann væri við því að leggja sér hrossakjöt til munns. Þetta bann var tengt túlkun á Biblíunni sem fól í sér að einungis mætti borða kjöt af klaufdýrum. Banni við hrossakjötsáti var fornt en neysla þess var meðal annars notuð til að greina á milli heiðinamanna og kristinna í frumkristni á Norðurlöndum. Í fyrstu íslensku kristnilögunum hrossakjötsát lagt að jöfnu við barnaútburð og skurðgoðadýrkun. Viðbjóður manna á hrossakjöti var svo mikill að það eitt að handfjalla eða nýta sér hrossaslátur án þess þó að borða það var illa séð. En nú aðrir tímar, því á Hótel Varmahlíð í Skagafirði sem talin jú mekka hestamennsku á Íslandi hefur verið boðið upp á hrossablót á haustin í allmörg ár. Þetta hófst með samstarfi okkar hérna á Hótel Varmahlíð og sögusettus íslenska hestsins, Örnu Bjargar sem var þar forstöðumanneskja þegar það var svona, þegar það fór í gang. Og hún hafði svo mikið áhuga á því og að svona fara eins og skoða sögu hrossakjöts áts á Íslandi og reyna að vera svona bara hefja það til vegs og virðingar. Á ný og vekja svona athygli á því. Já, það ekkert feimnismál að borða hrossakjöt hér í Skagafirði. Nei, ekki hér í Skagafirði. Nei, en finnurðu fyrir því að það sé hjá öðrum landsmönnum? Já, ég á nú ættir að rekja í Mývatnssveit og það kemur nú mjög sérstakur svipur á Mývatninga því ég býð þeim jafnvel á hrossablót. Þeir eru ekki allir mjög áhugasamir það. Nei, þannig að það kannski ekki skrítið að þetta svona aðeins standi í manni að það sé hér verið að borða hesta. Nei, jú, það náttúrulega bara stór skrítið í raun og veru, finnst mér. Þetta náttúrulega bara frábært hráefni og við erum búin að vera með hross á matselunum frá því að ég kom hér í 10 ár og það mjög vinsæll réttur, bæði hjá Íslandingum og útlendingum. Já, ekkert síður útlendingar? Nei, enda eru náttúrulega útlendingar meir hlutin af mínum gestum. En þeim finnst þetta mjög áhugavert, þetta öðruvísi og þeir sjá þetta ekki að matselum annar staðar. Og fólk bara yfirleitt alltaf alsælt með þetta. Hvernig hanterirðu hrossakjöt? Við erum alltaf með, á matselunum erum við alltaf að bjóða upp á hrossalund. Og þar vitum við í sjálfu sér ekkert hvort við erum að bjóða upp á steik af 25 ára gömlu jálki eða 5 ára fóla eða skiljið þú veist og það engin munur þar á í matreiðslu og hanteringu. Þetta bara alltaf súper mjúkt. Hvernig þetta kjöt? Þetta dökkt kjöt náttúrulega. Já. Og þetta eiginlega bara, þetta svona nauta áferðin, þetta kannski svona svolítið mýkra, eða svona meira einhvern veginn svolítið verkað, finnst manni. En þetta bara svona eins og mixta nautalund, en auðvitað ekki eins og bragðið. Við erum alltaf að vinna með besta vöðvan í þessu og hann hefur ekki klikkað hingað til, sko. Maður þarf að passa sig alltaf á fitunni, hún Hvernig þá? Bara að hreinsa hana til dæmis í burtu og svona. Hún það sem allavega getur gefið svona aðeins frá sér bragð, svona kannski fitu eða þráabragð, en maður náttúrulega bara, það ekki. En já. En á þessu hrossablóti sem þið kallið svo, þá þið að búa til ólíka rétti úr hrossakjöti? Já. Þá eru kannski með svona 5-6 rétti, þetta bara veisla, à la carte, eða diskaservice, þannig að þetta ekki hlaðborð eða svoleiðis, þannig að það kemur bara hver rétturinn á fætur öðrum. Og það hafa nú verið alls konar útfærslur, það er alls konar grafið, það hefur verið heitreikt, við höfum búið til pylsur, súpur, við höfum verið með reykta fólaldatungu til dæmis. Og svo náttúrulega steik og jafnvel höfum við farið, ef við höfum verið heppin, þá hefur okkur áskotnast kaplamjólk sem merarmjólk sem við höfum notað í að gera ís eða panna cotta eða eitthvað svona því tengt. Já, það ekki afskaplega holl mjólk? Jú, það skilst mér, sem mjög holl mjólk. Og hvaða fólk að koma til þín á hrossablót? Þetta nú bara mikið skagfirðingar hafa verið, en ég finn það núna að þetta eftir þennan tíma þetta farið að vekja svolítið athygli utan að frá og það bara mikið pantað utan héraðsfólki núna. Sem að koma á gista og taka þessu veisluleiðinni.
Hvað ertu að fá? Hvað heldur að komi margir núna? Ég nú vonast eftir að við fáum, 50 manns pluss mínus. Við höfum alveg verið með, alveg fleytifullt hús, 70-80 manns. Það var svona fyrst, þetta var nýja brummi var á þessu. En svo þetta bara, þetta mettast svona heimamarkaður kannski líka, svolítið það þetta með allt. En hentugt fyrir þá sem koma að því að þú ert náttúrulega með hótel, þannig að þetta bjóða gistingu. Já, ég meina þetta hluta af því að vera, þú veist, þetta bara að vera að brydda upp á einhverju og bjóða upp á eitthvað nýtt. En ef við lítum aðeins á einmitt það, hvernig hefur til dæmis sumari, hvernig var sumari hérna? Sumari var mjög fínt, sérstaklega seinniparturinn og mjög þétt bókað svona upp úr miðjum júlí og alveg fram í miðjan september, má segja, og það ennþá bara heilmikið að gera. Og veitingastaðurinn ekki opinn á veturna nema bara fyrir hópa eða einhverja uppákomur og hann var opinn núna til 3. október og það það lengsta sem við höfum verið með reglulega opnun og við erum líka alltaf að opna fyrra eins á vorin, sko. Hvenær stefnir að opna í vor? Ég vona bara að þetta getur orðið þannig að við séum að opna kannski kringu 1. maí, bara 1. maí og séum með opið. Mér sýnist að verða kannski lengra að hausti sé dýrigri tími og það muni verða meiri aukning á haustin heldur en á vorin. Þannig að ég að vona bara 15. október. Maður miðað átti laufskalarétt einu sinni að þegar hún var búin þá þyrfti ekki að halda áfram með neitt. Og oft var maður búin að loka áður, kannski viku áður. Það breytt í tíma. Já, algjörlega, sko. Þannig að það mjög jákvætt. Þannig að það má segja að þú ert eiginlega með uppskeruhátíðina núna, hrossablótið. Já, má alveg segja það svolítið. Það uppskeruhátíð. Er einhver leyni réttur sem þú ætlar að bjóða upp á í ár sem þú vilt segja mér frá? Nei, það var ekki leyni, sko. Nei, ég fæ nú alltaf til liðs við mig einhverja sérfræðinga í þessu, sko, snillinga. Og núna þetta árið kemur til mín kokkur sem heitir Hinrik Karl Ellertsson og hann vann með mér fyrstu 2 sumrin sem ég var og það var í raun og veru að honum að þakka að ég setti hrossakjöt á matseðilinn í upphafi. Hann hafði verið að vinna á veitingastað í Reykjavík þar sem það var boðið upp á það og honum fannst það bara við ættum að vera með það og ég hlíti hans ráði með því og hann að koma í annað skipti og hann bara eitthvað að töfra, hann rekstrarstjóri á Dill meðal annars og þannig að hann örugglega með eitthvað spennandi í farþeskinu, sko. Þannig að ég skipti mér ekkert mikið af þessu, ég bara legg til hráefnið og hann hugmyndirnar og verksvitið. En svo líka gaman að segja frá því að núna ætlar hún Arna Björg Bjarnadóttir að vera ræðumaður kvöldsins af því að við erum alltaf með, sko, það alltaf, sko, þetta líka svona andlegt fóður og hún verður ræðu kona kvöldsins og hún var eins og ég sagði forstöðumaður sögusettisins þegar við byrjuðum og nýráðinn forstöðumaður sögusettisins Íslenska hestsins á Hólum, Kristinn Hugason, hann verður veislustjóri. Þannig að ég að vonast til að vera að styrkja böndin við sögusettrið aftur í þetta kvöld. Og svo mætir hér ungur, flottur drengur með gítarinn, Sigvaldi og tekur lagið með okkur. Við endum alltaf kvöldið að syngja skjónukvæði, það mjög viðeigandi, þannig að þetta er svona, já, léttum nótum. Við erum að taka okkur allt og hátilega. Nei, það vantar ekki húmórinn hér á þetta. Nei. Það verður gaman að fylgjast með þessu. En í upphafi hann var með okkur líka Friðrik V í upphafi. Hann eldaði 2-3 skipti til að byrja með og það hafði mikið að segja að fá svona fljúgandi start á þetta, sko. Já, bara gangið vel með þetta og til hamingju með hótelið. Takk.